þá nýst ykkur að spyrja okkur spurningar og ég sé að myndatökumæðurinn búin að ræta upp hönd en hann alltaf ekki að spyrja líka. Já, gjörðu svo vel, þú veist þér. Já. Erum við kannski hérna láta hana koma ganga? Kynnið ykkur líka þegar þið spyrðið. Dagbjörn veit ég ungur lögfræðingur og ákvæmaður Viðreisn og stjórnarskrána. Það er að velta fyrir mig hvort það væri sérstök ástæða fyrir því að það var ekki sett ákvæði í stjórnarskrárdrauginn sem þið vitið til að undanskilja til dæmis lög sem tengjast fjárlögum eða erlendum skuldbindingum ríkisins undanskilja þau frá þeim lögum sem að hægt að krefjast þjóðaratkvæðisum eins og við sjáum til dæmis í öðrum svæðum þar sem að beint lýðræði og ekki beint lýðræði ríkir eins og til dæmis Sviss. Vitið að þetta sé ekki? Já, fólk get ekki kosið til dæmis skatta á ákveðnum bæði. Er það í draugunum á... Heyrst í okkur þessu? Það í tillögum stjórnlagaráðs gert ráð fyrir að það sé ekki hægt að kjósa í fjárlögum. Eins og það í tillögum stjórnarskrárnefndarinnar núna, sko? Já, ekki tillögum... En það ekkert í 27. greininni. Nei. Og það ekki, og hún óbreytt í okkar tillögum. Eða var líka þessi fyrir... Jú, það er sem sagt, lögum í frumvarpi stjórnlagaráðs var ákvæði að 10% kjósenda gætu krafist þess að lög sem Alþingi samþykkt væri þjóðaratkvæðagreiðslu. Undanskilin væri lög fjárlög, fjárlög, skattar og málefni og lög sem sett til að framfylgja alþjóðlegum skuldbindingum. Mér minnir. En þessi fyrirvari var ekki settir forseta af því það eða var það samfélag? Samfélag fyrirvari var ekki fyrir hendi vegna þess og ástæði fyrir því að hann var ekki settur inn. Var náttúrulega svo Icesave-málið var í umræðu þessum tíma og fólki hefði okkur þótti eðlilegt að undirskilja þetta í þessa nýjákvæði, en ef menn hefði verið að undirskilja forsetann með þessum leyti, þá hefði menn litið þarna væri stjórnlagaráðið að setja reglur sem ekki hefði heimilað Icesave. Og þetta ekki skilur það? Já, ég hefði þá bara drákað upplýsingar. Já, bara þetta nú eina athugasemd bara til að skjóta inn í að því ég var í þessari vinnu með ykkur. Þú kannski kynna þér fyrst? Ómar Ragnarsson heiti ég og var í sérnefndinni hjá Label og ég vil ítreka að þakkir til hans fyrir frábæra stjórn á þeirri nefnd og met hann mjög mikil, svo ég tala ekki líka sjálfur að sjálfsögðu. Þetta hefði aldrei gengið nema því að allir nefndarformennir og forsetinn voru, eða formaður ráðsins var heilshugari, þetta fólk var heilshugari því að við innum þetta frábæra starf sem ég mun aldrei skammast mig fyrir og mun lifa sama hvernig þessu máli verður brúrað. En ég ætla bara að bæta við því með forsetann að ég var einn af þeim sem vildi hafa forsetann áfram með sinn málskotsrétt í þeim tilfellum að það kæmi svona upp ástand sem að væri þannig að það væri ekki einu sinni ráðrúm til þess að biðja atkvæðagreiðslu eftir meginreglunum í fyrsta lagi og að forsetinn að hann væri þarna sem algjör neyðarhemill þegar það væri alveg sérstakar aðstæður sem ég sæði mikið fyrir. En það væri hugsanlegt að hann myndi aldrei þurfa að beita þessu vegna þess að þetta væri æskilegast að fólki sjálft hefði þetta frumkvæði. Takk. Sælgössuð og ég heiti Lúðvík Lárusson og langaði til að spyrja meira um þessar tímalínu sem þá fram þetta áður. Það að segja stjórnlagaráðs á 12 mánuðir og síðan þegar það verður niður í mittina þá verður löng lína þar sem að Alþingi að þröglast með. Það þetta fyrir komið kannski inn í kjarnavandans að á skömmum tíma tekur hópurinn það sem þátt í vinnunni og gefur með frábæra tillögur sem dæmi hvernig lýðræði úr öllum áttum virkar þegar fólk kemur með ýmsar skoðanir og ekki bundið flokkapólitík eða öðru að þá fer þetta fyrir raunveru fyrir Alþingi. Þá þar allt önnur ræða í gangi, það sé allt aðrir hagsmunir í gangi og það að draga þetta út í þvílíkan hlutumátt eins og ég hef verið á því, ég hef ekki fylgst með þessu lengi. En þetta ekki ákveðin vandi
Hvað segir þið það að hafa svona nefnd sem stjórnsmáli og finna að það verður eiginlega ekki neitt og neitt og við erum í sömu stöðu núna eiginlega og við vorum bara átt að hluta. Ég meina, Alþingi náttúrulega hafi, það var hins vegar ljóst frá upphafi að það yrði Alþingi sem tæki við tillögunum og innráðum. Og það náttúrulega margir bent á það að vandinn var sá að þegar þetta var undirbúið á þingi og lögin voru útbúin sem tóku reynda mjög miklum breytingum fyrst frá því að var fyrst lagt fram í að minnihlutastjórninni og síðan að það var aldrei útskýrt eða það var aldrei, menn lögðu aldrei niður fyrir sig hvernig þeir alltaf að taka á málunum eftir að stjórnlagaþing eða stjórnlagaráð ljúka vinnu. Og þess vegna var þetta sökk þetta bara dýpra og dýpra í einhvern ákveð. En það eru þetta skýrir, þessi lína þarna er ansi löng í hlutfalli við aðrar línur. Þetta skýrir, eða sýnir náttúrulega frá myndar hvernig þetta var og ég meina það er auðvitað þannig að þingi byrjaði mjög seint raunverulega á raunverulega vinnu. Má ég koma eina stutt athugasemd á þetta? Já, athugasemdir þessa spurningu. Já, það er bara stuttlega þetta. Eins og við verðum að bera virðingu fyrir Alþingi og þeirra ákvörðunum hefði ekki verið eðlilegt að stjórnarráð hefði status sem þingræðisstjórn að koma þessu stjórnlaga máli til atkvæðagreiðslu og það hefði verið ákvörðun þjóðarinnar að stjórnlagaráði hefði verið fyrst til þess að sinna þessu verki og enda það. Ég get sagt, þú veist, það var fyrst var hugmyndin svo að þetta færi það væri stjórnlagaþing og síðan myndi það fara beint frá stjórnlagaþingi í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það var talið og það stoppaði svo tillaga og hún var endurskoðuð á milli kosninga á þeim grunni að það stæðist ekki núgildandi stjórnarskrá. Þannig að því að við erum alltaf bara með ákveðið breytingaákvæði í stjórnarskránni núna og það þýðir það að Alþingi þarf að samþykkja, það eru kosningar og síðan þarf nýtt Alþingi að samþykkja. Það þýðir auðvitað að það þarf mjög breytt samkomulag og það var auðvitað það sem menn stóðu frammi fyrir í lok síðasta kjörtímabils að jafnvel þó þeir hefðu getað haft, sem ég er ekki viss og það er miklar efasemdir það að það hafi raunverulega verið meirihluti í þinginu fyrir því þá, 2013, en þá hafa náttúrulega margir þeim sem hafa báðið mál fyrir brjósti á þinginu á sínum tíma bara nátið að þannig að jafnvel þá það myndi komast í gegnum þingið og það myndi ekki komast í gegnum nýtt þing eftir kosningu. Þannig að þetta er það sem er bara veruleikinn að við erum með þetta breytingarákvæði svona og það hefur mikil áhrif á það hvernig við þurfum að hefur áhrif á breytingar á stjórnarskránni, það er þannig og það skýrir þetta. Má ég bæta við þetta að allavega mína sér það voru, ég hef ekkert haft því að móti að þingið hefði tekið þessi tillögur skoðað með vel breytt mörgum haldið sér áfram með það. Það voru klára aðrir í stjórnlagaráði sem voru allt annað þeir skoðu sem þú sendir fram að það ætti að fara bara beint í þjóðaratkvæðagreiðslu á þess að það yrði eitthvað í. Innan þingsins var saman på tillögu. Það voru menn sem voru þeirri skoður að það ætti að vinna þetta og svo voru líka þeir sem vildu þjóðaratkvæðagreiðslu óbreytt. Ég held að þarmenn gátu ekki þeir sammála hvor leið þetta fara hafi einhver hluta skýrsta af hverju menn voru svo lengi að þessu. Já, komið sæl. Ólafur Örn Ólafsson heiti ég og það er kannski með tvær spurningar svona til ykkar. Í fyrsta lagi langar mig til að spurja hvort það hafi verið einhver mikil umræða aðskilnað löggjafans og framkvæmdarvalds í stjórnarráðstillögunum. Það var eitthvað margt gott í þeim en það var margt miður en það sem var alveg turn-off fyrir mig að það var ekki tekið á því máli fannst mér í þessu tillögum. Og mér finnst það verið brýnasta verkefni að taka á því.
Í öðru lagi langar mig til þess að benda kannski á að nú hafa Svíar, Finnar og ég held ég að Norðmenn líka verið að endurskoða sína stjórnarskrá að verulegu leyti. Þar hafa komið inn ákvæði sem eru mjög aðskiljanleg fyrir ráðherra frá þingi og hvað þeir eru að vera sjálfstæðir í sínum störfum. Mér ætla að spyrja, vitið þið hvernig sú vinna fór fram og er það einhver vinna sem við gætum hugsanlega tekið upp til þess að breyta okkar stjórnarskrá? Ég ætla að segja því að finnska stjórnarskráin virðist vera tiltölulega vönduð og vel gerð og lítið vel út. Takk fyrir mig. Mjög mikið til fyrra í sinni vinnu en ég held að þær flestar hafi allavega ég held ég bara rétt sem að í Noregi og Finnlandi þar hafi verið hefðbundnar stjórnarskrárnefndir starfandi og líklega á öllum Norðurlöndum en ég þori ekki að fara alveg að einn mann að svona eftir komin þessi sem stýrði finnsku nefndinni og þannig að já, ég held að það verið svona styrktulega hefðbundið vinna. Hvað þetta aðskilnað, ég meina, ég veit ekki alveg hvað þetta að hugsa norrænu nefndunum en ég meina, besta leiðin til að aðskilja og auðvitað það eitt af því sem hefur verið mikið talað eftir hrun og talað það í rannsóknarskýrslu Alþingis og að það þurfa að aðskilja löggjafarvald og framkvæmdarvald og besta leiðin til þess bara taka forsetaræði og hafa svona bandaríska kerfi en það var fljótlega ákveðið hjá okkur að halda okkur við þingræði það þýðir auðvitað alltaf ákveðið svona samtvinnun en á móti var auðvitað sett inn það eru ýmsar tillögur í stjórnlagaráði aukið eftirlit þingsins þetta að ráðherrar segja af sér þingmennsku og svo framvegis þannig að það eru ýmsar leiðir innan þingræðisins sem var farin án sem fara að ganga alla leið sem kannski þú hefði verið talsmaður fyrir af því ég meina það þá bara að aðskilja alveg. Aðeins stjórnarnir það mjög stutt örstuð ég ekki endur að tala forsetaræði þetta er eitthvað sem Svíarnir gera það með að þannig að þingi kýsir forsetaráðherrann og hefur eitt til viðbótar. Hann tilnefnir ráðherrana og ég held að langt flestir ráðherrarnir í Svíþjóð sitji ekki á þingi. Þannig ég fyrst og fremst að tala það að ráðherrar séu ekki í þingi. Já, það er ég bara til Ok, Já, Sigríður Ólafsdóttir heiti ég. Mig langar til að þakka ykkur fyrir góðar framsögur og skýrar og ekki síður fyrir framlag ykkar í að semja nýja stjórnarskrá. Spurningar mínar fjalla meðal annars upp það til bæði töluðu að skipta þessu upp í áfanga og mig langar til þess að þið ræði frekar af hverju þið haldið að það sé betri lausn að ekki áföngum frekar heldur en að skrifa nýja stjórnarskrá sem að verulegu leyti byggir á gömlu stjórnarskránni. Ykkur hefur nefnt tölum að 70% er það sama og gömlu. Annað sérstaklega Salvör talaði ágreining, það var mikill ágreiningur stjórnarskrána nýju og það er náttúrulega ágreiningur tillögurnar sem kom frá stjórnarskránefndinni. Mér langar til að heyra ofan í ykkur með hvort að það sé hægt að búast við því að það verði sagt ný ákvæði stjórnarskrá, eðli málsins samkvæmt og þá er ég kannski einkum að vísa til hagsmunaárekstrar sem að felst í því að þarna eru þingmenn að fjalla eigin starfslýsingu. Já, ég ætla að láta það við segja. Já, menn hafa endurskoðað mannréttindakaflann, menn hafa endurskoðað kosningalögin reglulega með þeim hætti að þeir hafa farið í gegnum þingið í stöðugur saman. Ég meina að það hefur verið þannig núna að það hefur ekki tekist að breyta stjórnarskránni með þessum hætti sem menn vildu að breyta henni allri einu og auðvitað geta menn haft sínar
persónuleg skoðun á því að þeir myndi vilja gera það, en það breytir því samt ekki að það eru til margir stjórnmálaflokkur í landinu sem hafa aðra skoðanir og innan margra stjórnmálaflokka hafa menn líka aðra skoðanir. Og ég held að svona reynsluadæma þá náttúrulega hefur ofta tekist á Íslandi að breyta stjórnarskránni með áfangaskipta, það hefur tekist mjög oft. En það hefur núna einu sinni verið reynt að gera það með í að skrifa hana upp á nýtt heilu lagi og það hefur ekki gengið og það er svo sem náttúrulega kannski ekki mjög auðvelt að svo kannski tekst það bara einhvern tímann hjá okkur og þá hef ég bara rátt fyrir mér. Það hafi tekist, það er svolítið svona erfitt að segja annað sko, en að mín tilfinning og það er líka mín tilfinning að það sé einhvern veginn betri bragur á því, af því að þó að sé einhvern veginn framsýn þá held ég að eigi að vera einhvers konar samnefnari við hugmyndaði svona skoðanir okkar. Já, sko, ég var reyndar svona fljótlega þeirra skoðunar að vera svona hugsaði það og það var mikilvægt skynsamlega að áfangaskipta. Því ég sá einhvern veginn fyrir mér það að bæði þetta eru rosalega mikil og mörg mál sem þarna undir. Og ef það ætti að vera, sko, ég sá einhvern veginn hafið svona hugmynd það að þetta gæti kannski líka orðið svona alvöru lifandi umræða efni stjórnarskrárinnar. Því miður þá náttúrulega á síðasta kjörtímabili var gríðarlega mikil umræða á þingi stjórnarskrármál. Þau voru mjög mikið bara ferli, en ekki efnið sjálf. Þannig að ég sá jáfnvel fyrir mér sko, það getur verið hægt að hafa borgarafundi og virkilega svona virkja og hafa umræðu. Og þá væri þetta bara allt og stórt mál til þess að fara að gera það allt í einu. Við erum að taka áfanga og reyna að fókusera það þannig. Síðan auðvitað hefur núna reynslan sýnt það að það hefur ekki reynst vel að alla vera með allan pakkanundir og það hefur ekki tekist það sem þeir sem hjartamálinu margir sem hjartamálinu til þinginu vildu að þetta færi allt í gegn, það tókst ekki. Og ég held að sko þegar öll þetta skilahaldi og nú það verður sko það er 5 ár núna þetta leiti sem við erum að vinna í þessu. Það kom 5 ár. Það er nýtt annar kjörtímabil að renna sitt skeið. Kannski með einhverjum stjórnarskrárbreytingum. Og þá hugsa maður tilbaka og hugsa, hefur nú kannski 2-3 mál farið í gegn síðustu kjörtímabili, þá værum við betur sett sem samfélag, heldur en það gerist ekki neitt. Og þá værum við kannski núna ekki að tala auðlindir af þjóðareign sem við vorum að tala um 20 ár, heldur værum við að tala um eitthvað annan mál. Við værum ekki að tala um alltaf þessu sömu mál, heldur en það gerðist ekki. Og maður bara sér ekki, ég er svolítið svartsýn á það með við reynslunum á síðustu 2 kjörtímabil að það búið núna að reyna 2 leiðir og það eru það kannski ekki hvort að við getum fundið 3. leiðina í næsta kjörtímabil. En þá verða líka alls mörg ár leiðin. Og ég menn þetta er ekki vinna sem fórst 2010, það var stjórnarskráin þar á undan 2005-2007 og svo getum við farið aftur til, ég veit ekki hvernig, 1944. Ég meina það er bríð, ég held að það sé bara ef við lítum á það, ef við teljum að það sé mikilvægt að koma einhverjum að þessum ákvæðum inn, þá held ég sem bara brýnt að við reynum að gera. Þannig að við getum bara einhvers að byrjum á þessu. Ég er bara alltaf svona, mér finnst svolítið sorglegt að horfa upp á þetta, að það fari bara kjörtímabil fram hjá okkur eftir kjörtímabil og við færumst ekki nær því. Þess vegna heldur við bara svona rönns, eða sem sagt maður reynir að vera rönnsar á metaðar stöðu. Guðjón Tómasson heiti ég og mig langar til að aðeins að fara yfir í svolítið eldri mál. En með lögum nr. 97/1995 þá var breytt jafnréttisákvæði stjórnarskrár sem aldrei hefur verið komist í framkvæmd. Það er að verða 21 árs gamall í stjórnarskránni hefur aldrei verið þýtt eftir. Engu verið þekkt eftir. Þetta er aðeins sem ég vildi bara spyrja.
greinin sem að kom inn hljóðar svo að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til trúarbragða, skoðunar, þjóðernis, upprafnar, innþáttar, litaháttar, efnahags, ætternis, stöðu eða öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafnréttis í líkamanum. Þetta sett í stjórnarskrá, búið að vera frá kom inn með lögum 1995. Þetta hefur aldrei verið framkvæmt af enginn sem að þetta hefur alltaf verið þverbrot, allan þennan tíma. Men ekki, það eru margar þjóðir hér í landi að allt annað kerfi fyrir opinbera starfsmenn heldur en almenna starfsmenn. Þetta ekki hæmið samkvæmt stjórnarskrá. Manna á að hljóðan og svona hafa einhverju dæmi í huga sem kannski ekki fyrir átti hér en það alltaf ef menn einhver telur sig að það greið mótið þá það reyndar eitthvað sem dómstofum. Það er fyrir það. Þetta ekki, eða sko, það ég har ekki sett bara eitt sem bara rétt svona þegar að Þorsteinn Geirsson sem lengi var ráðuneytisstjóri hér og gamalt sessunautur minn og Sjórabekki í Hvannarkóða. Og við, þegar ég var framkvæmdastjóri Samtaka vinnuveitna í Norðmýralandi, þá áttum við oft saman við þann og hann kaupauka sem að bara opinberið starfsmenn fengu með því að vera verðtryggðan lífeyri og annað slíkt, að þetta væri 18%. Herri í launin heldur þau voru. Þetta er ójöfnuður sem að ég hef verkið sér og alveg sama hvað maður leitar, maður fær aldrei og ég nefnir ekki að fara í dómsmál út af þessu fyrir sjálfan mig. Þetta er ekkert annað, það gerir ekkert annað heldur en það, að þetta skerðir lífeyri, ellilífeyrisþega og öryrkja. Þetta er svarið fyrir það frekar. Já, að því að satt nú í þessu ráði þá vil ég kannski koma fullt oft inn, en bara aðeins svona koma með aðeins víðari sýn á þetta. Málið í sama fari og var fyrir 166 árum. Það var ákveðið að búa til stjórnlaga þing á Íslandi sem hét þjóðfundur og í því voru aðeins örfáir þingmenn og yfirgnæfandi meirihluti voru aðrir. Og það mál var stöðvað og það átti að vera íslensk stjórnarskrá í heild gerð af Íslendingum en ekki af Dönum. Og við erum ennþá í sömu sporum núna og þurfum þess vegna að líka svolítið víktum og vera viðbúið því að við þurfum að sæta því að þetta taki 166 ár í viðbót. En við vorum með ágætan stjórnarráðsfulltrúa sem hét Erlingur Sigurðsson á Akureyri sem heitir Naglan og höfuð í upphafi eftir að Ragnhildur Helgadóttir sem hefur mestu vitneskju þessi stjórnskipun á Íslandi allra hafði tekið okkur í smá lærdóm. Hann sagði ég er rithöfundur og þú byrjar á að búa til grind. Það væri kannski ef að áfangaskipta, þá væri kannski athugavert fyrst af hverju ekki búa til grind og henda fyrst út þessum 30 greinum það að forsetinn gerir þetta og gerir hitt og verið að rífast núna í forsetakosningum að hann geti gert þetta alls saman. Og meira sé búið að reyna á það í sambandi við 27. greinina. Hann hefði þurft að fá Ólafur Ragnar ráðherra með sér til þess að hluta norskuréttin. Og þá sjáum við í hvaða ógöngum núverandi stjórnarskrá er. En áfangi fyrsti væri bara einfaldlega að búa til ramma og síðan að fara inn í hans. Ef þetta á að taka svona langan tíma. Töfin var einfaldlega þannig og það var sjálfur með mér því að við vorum kölluð nokkuð á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í mars 2012. Það voru að verða liðnir 8 mánuðir frá því að afhendum þetta frumvarp og við fengum sjokk. Við settumst á fund út í bæ og sögðum hvað að gerast. Nákvæmlega ekki neitt. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hafði komið strax að þeirri eindregnu niðurstöðu að Feneyjanefndin skyldi bara alls ekki til að segja sem hefði átt að vera búin þá. Og það var búið að kalla fyrir nefndina alls konar, ég frétti það innan frá, alls konar, það stemdi í það að það væri hvert húsfélag á Íslandi fyrst búið að senda inn einhvern fulltrúa á þessar nefndar áður að væri þar að taka á þessu máli.
8 mánuði fór þetta strax og því miður að þá varð það úr sem hefur stefnt í. Og núna erum við tillögur, ég fullyrði þessar tillögur vera aldrei samþykktar á þessu þingi vegna þess að í þeim búið að pota svoleiðis í þessar 2 greinar náttúru og auðlindir að þær eru einskisvirði, ekkert frekar en Árósasáttmálinn sem að ESA er núna búið að setja ofan yfir Íslendinga að hann gildir ekki á Íslandi af því að það ekki farið eftir honum. Eitt dæmi. Svoleiðis að þess vegna ekki að setja okkur þá bara í spor Jóns Sigurðssonar og segja ætlum við að gera íslenska stjórnarskrá loksins ein og sér. Það var bara ein spurning eftir. Jóhann heiti ég. Já, það er ekki gangi. Slökkt á það? Það voru talað mjög... Tala hærra og skýra. Jóhann heiti ég. Í ykkar vinnu, af því að það kom þannig nokkur ný mannréttindaákvæði, var það markmið og stefna og skilningur stjórnarlagaráðs að það væri unnt að byggja rétt á þeim. Eins og mannhelgisákvæðið og ákvæðið heilsufar og slíkt, það væri að byggja rétt á þeim fyrir á dómstólinu, þetta væri þá eingöngu markmiðs. Já, það var ekki, auðvitað var það svona markmiðs, eða þetta náttúrulega byggir á þessum sáttmála sem við erum þegar skuldbundin, mannréttindasáttmáli sem menn hefðu kannski stundum aðeins ólíka sýn á þetta en það sem ég kannski sagði er að það skiptir rauninni ekki dróðslega mikið máli hvað markmið við viðhöfum. Dómari sem sér texta, allir eiga rétt á heilbrigðisþjónustu eitthvað búið. Hann náttúrulega er líklegur að lesa í þann texta með einhverjum hætti. En á stjórnarskrá sem hefur þannig ákvæði og er líklegir að vinna dómsmál aðgang heilbrigðisþjónustu á grundvelli stjórnarskrárgreinar heldur en ef stjórnarskráin hefur ekki gefið þarna. Þannig að það er algjörlega augljóst óháð því hvort að við höfum haft ásetning það eða ekki. Já, þá er ég leyfa eina spurningu viðbót en hún kemur frá internetinu. Fyrir þá sem ekki vita, þá er þetta sýnt í beinni útsetningu og þá getur slatta fólki að fylgjast með. Við fengum eina spurningu frá manni sem er staddur í útlöndum sem heitir Viktor Orri Valgarðsson og hann spyr ykkur bæði hefur þið talað þá 2 kosti sem vissulega hafa verið mikið umræðinni að samþykkja annarkvort tillögu stjórnlagaráðs óbreytta eða endurskoða stjórnarskrána í hlutum. Það er ekki hægt að fara ákveðin milliveg, til dæmis með því að vinna frumvarp að nýju stjórnarskrá í heild sinni frá tillögum stjórnlagaráðs, stjórnskipunar og eftirlitsnefndar 2013 og í kjölfar frekari umræða á næsta kjörfundi. Það mætti setja niðurstöðu þeirra vinnu í sérstaka þjóðaratkvæðagreiðslu að því loknu. Já, byrju sérst það er hún er að vinna þá að hafa byggja á tillögur stjórnlagaráðs og millivegurinn er byggja á tillögur stjórnlagaráðs og því sem nefndin gerði. Já, en þeir fara ákveðið milliveg. Já, ég meina það er þetta ýmsar leiðir, það er þetta hugsa sér ýmsar leiðir. Millileiðir, ég meina svo bara á endanum er þetta spurning hvort að þingið hvernig þetta verkist það held ég. Ég treysti mig bara ekki til þess að setja fram hvernig það er að gera það. Svo það sem ákveðum ting. Já, þetta er náttúrulega ég er svona skemmt svona bregðast við en ég sé ekki að þetta sé millileið að leita því að við erum að tala að búa til nýja stjórnarskrá sem væri þá rauninni það sem væri búið að laga af einhverja þessum vangoldum sem ljóst eru á því frumvarpi sem það eru fram eins og ég nefndi það orðaði fyrrnefndin það með þeim ekki að sömur ákvæðin væri mikið sætlega og stjórnarskráin
á Íslandi. Og það er bara erfitt að taka ekki mark á þannig ábendingu. Feneyjarnefndin er staður sem, þá kom inn að umræðis og það var einhvers konar samansagt íhaldsamara vitleysingar, sem það sagði. Nú er Pólland í svipuðum stað og þar eru mjög íhaldsam stjórn að fara í gegnum það að gera stjórnarskipbreytingar. Þá er þetta skyndilega allt einhvers vinstrikraftar sem sitja í þessari fyrirlegu. Þeir eru á móti þeim breytingum. Ég held að sé ekki. Ég held að þeir sem myndu styðja það að fara með þetta málefnilega, auðvitað væri það ágætis hugmynd fyrir það að taka þá einhverjum vinnu og þingsins annars þar að móta tillögurnar þannig að þær séu liggi fyrir heild sinni og setja samfélagið þar. En ég er persónulega til skoðun að það sé betra að áfram skipta það. Ok, flott. Þá bara höfum við ekki meiri tíma fyrir spurninga, en það leið svona vola fljótt hjá okkur. Ég þakka fyrir þessum kennara fyrir komin og sömuleiðis ykkur og bið ykkur endilega að njóta þessa veiga sem við höfum hér. Við höfum með kex og gos. Ljúfengt, en annars bara þakka þér fyrir.